Fyrsti í aðventu að renna upp, hann á sunnudaginn og helgina verða væntanlega tendruð ljós á jólatrjám allt land. Á Akureyri verður haldin hátíð helgina. Ljósin á jólatrénu í miðbænum, það verður kveikt á þeim, það ekki? Hulda Sif Hermannsdóttir, verkefnastjóri hjá bænum, á laugardaginn? Já, á laugardaginn. Dagskrá sem sagt 4:00 og þá verða ljósin tendruð á jólatrénu og kemur þarna sendiherra Dana á Íslandi og afhendir bæjarbúum tréð og bæjarstjóri flytur ávarp og svo náttúrulega auðvitað jólasveinar sem að syngja með krökkunum og barnakór Akureyrarkirkju. Þannig að þetta svona dagskrá í svona 40 mínútur eða svo og bara, maður hlakkar alltaf til að sjá þegar tréð komið í fullan skrúða, sko. Þetta föst hefð hjá mjög mörgum að fara niður í miðbæja á þessum degi. Já, ég meina við reynum að gera þetta þannig að þetta bara stutt dagskrá, jólasveinarnir þeir eru á sviði eða svo að segja allan tíma því að þetta náttúrulega gert fyrir yngsta aldurshópinn í raun og þau bíða eftir nákvæmlega þessu. Þannig að ég held að þetta sé ekki bara skemmtilegt að ganga inn í aðventuna með þessu í raun. Þórhallur Jónsson, kaupmaður í Petró á Akureyri. Miðbærinn, hann nú orðinn ansi duglega skreyttur, getur við sagt. Já, þetta náttúrulega hjarta bæjarins og það þarf að skreyta þetta og kaupmenn hafa undanfarin ár sett tré fyrir utan hjá sér og margir hverjir sett serjur í það og lýst það upp og við erum að vinna í þegar að fá ennþá fleiri tré með bæinn og gera þetta ennþá skrauðlegra og vonandi gengur það bara eftir. Samkeppni milli kaupmanna? Nei, ég segi það nú ekki, ég segi einhver samkeppni en það voða gaman ef að menn gera vel. En kaupmenn í miðbænum, þeir eru væntanlega með einhver samtök sem að sjá að skipuleggja og vera með einhverja viðburði og svo framvegis. Já, miðbæjarsamtökin hafa staðið fyrir eins og kertakvöldinu og fleiri viðburðum sem hafa verið í desember og eins hvatt aðra til að taka þátt í og setja tré fyrir framan hjá sér og bara sína smá samstöðu og taka þátt í þessu með bænum að skreyta bæinn. Hulda, þessi helgi, hún svolítið stór hjá þér, þú sjálfsagt byrjar að undirbúa þetta fyrir mörgum vikum. Þú væntanlega fylgist með veðurspánni alveg bara, það stóra málið. Jú, maður verður að fylgjast aðeins með veðurspánni, sko. Og hún bara góð núna. Hún bara fín, sko. Af því að, ég man ekki hvaða ár það var, en þá var til dæmis alveg ofsalega kalt. Og það er ekki alveg nóg gott, af því að maður sér þessi litli kríli fyrir sér, ískalt, sko. Og þá byrjar maður að reyna að fá fólk á sviði til þess að ég bara vinna hraðar, sko. Tempóið það bara ósvart breytist því maður er alltaf að taka tillit til kúnnans sem eru gestirnir, sko. En þetta lítur bara mjög vel út núna, þannig að ég bara hvet fólk til þess að koma og gera sér ferð í bæinn. Mér skilst að, og ef ég man rétt, þá held ég að verði opnar verslanir til klukkan 18. Þannig að það er alveg upplagt að fara niður í bæ, annarkvort aðeins áður en dagskráin byrjar. Það verður meðlimir og Lúðrasveit Akureyrar að byrja að spila aðeins áður en dagskráin hefst. Þannig að það er alveg að koma sér fyrir og svona. Eða jafnvel eftir dagskrána og fara á kaffihús eða kíkja í búðir eða eitthvað svoleiðis. Gera þetta af pínu svona heimsókn í bæinn. Það er upp. Snýst þetta ekki líka einmitt það, Þórhallur, það að fara niður í bæ og sýna sig og sjá aðra? Jú, að sjálfsögðu upplifa svolítið stemminguna og komast í jólafíling. Þetta upphafið af jólunum, það er bara svoleiðis. En þið eigið það væntanlega sameiginlegt, þið Hulda, að þið fylgist grannt núna með veðurspánni, að það sé góð færð og gott aðgengi að bænum fyrir aðkomu fólk að koma og versla. Þetta skiptir miklu máli. Skiptir rosalega miklu máli og veður og færð skiptir öllu máli fyrir kaupmenn á Akureyri. Því að við erum að fá gesti að austan og vestan og bara mikið af þeim. Þannig að það skiptir máli að það sé fært og veður útlit sé gott því að þetta fólk horfir á veðurspána og það er ekkert að koma ef þetta er eitthvað tvísýnt, sko. Mér langar að taka undir það sem að Þórhallur segir, sko, að svo Akureyrarstofa, við höfum verið að auglýsa Akureyri á aðventunni undir heitinu aðventuævintýri og þetta fólk að koma og njóta það sambland af verslun, það kemur og kannski fer á jólahlaðborð og það fer á tónleika og viðburði og við höfum verið síðustu ár að auglýsa einmitt ekki á höfuðborgarsvæðinu
heldur við sjáum í rauninni og eftir bara samtal við verslun og þjónustu, að kúnnarnir að koma í rauninni bara meira austan og vestanverð. Já, klárlega, sóknarfæri okkar nær sem sagt umhverfið og þessar byggðir í kringum okkur og Hof skiptir okkur verulega miklu máli, eins og Friðrik Ómar með jólatónika og fleiri að það skiptir alveg bara svakalega miklu máli að þá kemur fullt af fólki frá Húsavík og Siglufirði og Ólafsfirði og Sauðárkrók og víðar og bara rosa gaman og við finnum alveg fyrir þessum viðskiptavinum. Jólin og aðvendan, þá er það hefðirnar sem að þið ráða ríkjum, Amar og Stjarnan. Já, þetta alveg málana sko. Amar og Stjarnan komin upp? Nei, hún ekki komin upp, en hún fer upp eftir helgi. Það verið að gera hana fína, hún var þurfti svona aðeins svolítið að lagfæra hana og bærinn sérst á núna búin að í rauninni eignast stjörnuna og sér hana, sér að hún sé í lagi og setur hann upp og það verður kveikt á henni, ég veit ekki, ég var að segja það annað mánudagur og þriðjudagur. Það eftir helgi, þannig að heimsókn í bæinn líka eftir helgi. Þórhallur, þetta stór mál í bænum, Amar og Stjarnan? Já, mjög mikið tilfinningamál. Amar og Stjarnan og Amar og skiltið, þetta neonljós, þetta hluti af bænum og þetta bara eitthvað sem við eigum að halda í þessar hefðir. Þetta mjög hjartnæmt fyrir mjög marga að þetta sé til staðar og það skiptir máli hvernig Stjarnan á litin og allt það, þetta þarf að vera eins og þetta var. Já, það eru litir jafnvel sem skipta máli og þegar verið að endurnýja eitthvað, þá þarf gul, þetta þarf að vera rétti guli liturinn og svo framvegis. Já, bara, þú veist að litarröðin sé rétt, rauðupyrurnar sé hérna og gulupyrurnar hérna og þetta sé bara eins og þetta var. Við erum ekkert að fara að gera neitt blikk eitthvað sveip og gul. Það ekkert svoleiðis. Ekkert svoleiðis. En Þórhallur, þú svona, ég hefur nú auga, þú ert með myndavélina á lofti 8 tíðum. Akureyri svona, góður, Akureyri jólalegu bær? Sko, við náttúrulega höfum þetta fallega kirkjustæði og þessi kirkja okkar, Akureyri kirkja, náttúrulega svo hátíðleg. Bara staðurinn og kirkjan sjálf, afskaplega fallegt hús og hún mjög myndræn. Og mikið mynduð og það ofsalega gaman að sjá ferðamenn hérna í bænum að þeir standa iðulega út á miðjum gattamótum og taka mynd af Akureyrar kirkju og hæja svolítið á umferðinni en það bara partur af þessu og við þurfum náttúrulega bara að taka tillit til gestan okkar. En þetta einn af okkar bestu auglýsingum út af við, það kirkjan okkar. Hún það fallegt tákn. Höld, ertu búin að keyra eitthvað bæinn? Almenningur búin að kveikja á útiseríunum? Já, mér fannst strax síðustu helgi. Þá voru held ég mjög margir, það búið svo góð tíð að fólk virtist nýta það. Mér fannst nota góða verið til að hengja upp. Já, mér fannst ótrúlega margir setja upp síðustu helgi, bara í hverfánum Þú brosir, ertu ekki saman? Ég brosi vegna þess að nágranni minn sagði við mig þegar hann var búin að kveikja. Hann sagðist hafa sagt við konuna sína, nú blóta mér allir í hverfinu. Það var helvítis kallinn búinn að setja upp jólaljósin og ég sagði, veistu það, ég verð bara að segja þér alveg svo Lilli minn, þegar ég keyrði heim í gær þá blótaði ég, já ég verð að viðurkenna það, en ég drattaðist líka upp í stiga og sett upp seríun og kveikti. En þetta eru annarsama vikur hjá ykkur, hafið þið nokkuð tíma til þess að njóta aðvendunar? Jú, ég geri það nú, jú. Ég held þetta snýst náttúrulega bara allt skipulag og ætla sér ekkert of mikið mín kynslóð ekki endilega að baka 10 sortir eins og kannski amma gerði, mögulega mamma gerði það. Þannig þetta bara að kunna að njóta. Þú veist, það þarf ekkert endilega alltaf að vera spick and span. Ég myndi 1000 sinnum frekar að fara á tónleika eða einhvern viðburð eða fara á kaffihús eða eitthvað heldur en að liggja með Ajax upp fyrir haus Já, þú tekur nú eldhússkápan eða ekki hátt á loft. Getur við klift þetta út? Nei, ég geri það ekki. Maður á að þrífa vorin, það vita það allir. En hvað segir þú, Þórhallur, ertu bak við búðaborðið alveg alla aðvenduna? Við náttúrulega erum með það mikla vinnslu í sambandi við jólakortinu og annað að ég allavega sólarhringinn má segja í 4 vikur fyrir jól. Svo slökum við á bara milli jól og nýjárs. Slökum á milli jól og nýjárs, en við förum í miðbæinn á laugardaginn. Já, sjálfsögðu. Þórhallur og Hulda, þakka ykkur fyrir komuna.